Uppskrift að góðum degi unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. Eimur.is. Það ekki hægt að keyra gegnum Húsavík, hvalaskoðun á höfuðborg Íslands, án þess að sjá eins og eitt stykki hval. Í sumar fór ég mjög eftirminnilega hvalaskoðun með norðursiglingu. Nú ætlum við að halda okkur á landi og kíkja á hvalasafnið, þar sem við finnum beinagrind af stærsta dýri jarðar. Þetta allt hvalir sem eru sjálfdauðir og hafa rekið á land. Og safnið þá að láta vita og okkar starfsmenn mæta á staðinn og bara verkagrindur þá að gera tilbúnar fyrir sýninguna. Fáið þið marga gesti á ári? Já, ég held að í fyrra höfum við fengið 34.000. Og hérna þið staðsett bara rétt við höfnina, það sem að hvalaskoðunin þannig að það er gott að byrja hér. Að byrja eða enda. Það yfirleitt koma gestir sem að fara í skoðun koma mjög oft til okkar líka. Við líka gefum öllum hvalaskoðunargestum þeir fá 20% afslátt hjá okkur. Og þetta alveg einstakt safn, eða ekki? Það ekkert annað svona safn á Íslandi? Nei, og ekki mörg söfn til hvölum í heiminum heldur. Þannig að þetta nokkuð einstakt á heimsvísu. Hvað þetta margar hvalategundir sem maður getur séð við Íslandi? Þær eru 23 sem að hafa sérst. Þótt að sumar séu kannski algengari heldur en aðrar. Og hérna sú stærsta? Já, hérna stærsta dýr sem nokkuð tímann hefur lifað á jörðinni. Það steypirhörður. Þetta ekki smá smíð. Hvað getur hann verið langur? Þeir geta orðið alltaf 33 metrar, en þessi sem við erum með hérna 25. 25 metrar? Hvernig í óskapunum komuð þið 25 metra hval hingað inn? Það var mikið púsluspil. Þetta var alveg háls og sverk, það sem að safninu var lokað á allan tíman, meðan grindinni var bara dreift hérna út öll gólf, meðan var að verða púslinu saman. Og já, síðan var hún bara klár hérna 2016. Og hérna liggur hann á bakinu? Hann liggur á bakinu, eins og hann hafi bara sokkið ofan í botninn á sjónum og dáið þar. Við höfum fengið upplýsingar að það séu til 9 grindur í heiminum, þar sem þú getur séð þær. Þannig að þetta bara frekar einstakt tækifæri til að sjá þetta dýr. Og það ekki langt á milli að sjá hann alveg lifandi og svo hérna inn á salninu? Nei, það þetta hægt að fara bara hérna út í flóan og sjá það lifandi og koma síðan að skoða grindina eftir ferðina. Frá Húsavík höldum við að Skjálfandafljóti, nánar tiltekið að Goðafossi, þar sem fljótið fellur 12 metra niður á það bil 30 metra löngu svæði. Ég myndi segja að það væri alveg ómissandi þegar maður á ferðalagi Ísland að kíkja allavega á einn foss. Hann mæli alveg indrið með Goðafossi, einstaklega fallegur. Goðafoss dregur nafn sitt af því þegar að Þorgeir ljósendingagoði kom þar og hendi goðunum sínum út í. Það var á tímum þar sem Alþingi var klofið, menn voru að reyna að ákveða hvort að Íslendingar ættu að vera kristinn eða heiðin þjóð. Og Þorgeir fékk það mikla verkefni að ákveða hvort við ættum að gera. Og þessi kirkja hér, hún tilenguð honum. Við komum reyndar hérna að læstum dyrum, hún almennt ekki opin en við fengum leyfi til þess að koma hérna inn og skoða þessa gríðarlega fallegu kirkju þar sem að það engin altaristafla, heldur bara gluggar og falleg náttúra. Við höfum eitt ævintýri eftir enn. Við endum daginn í Mývatnssveit þar sem Anton hjá Geotravel tók vel á móti okkur. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Hvað segirðu? Fínt, velkomin í Mývatnssveit. Hvernig það kærlega? Hvað erum við að fara að gera? Við vorum að spája að skella okkur upp í lofthellir. Til að sýna þér íshellir sem falin inn í hraunhellir hérna upp í Búrfellshrauni. Hérna mínum uppáhaldsstöðum. Það hljómar ótrúlega. Já, tökum svona kvöldævintýri á þetta. Þetta verður frábært.
nestið. Verður ekki að borða eitthvað. Svo við höfum orku í hellahærðina. Varstu að smyrja sjálfur eða? Nei, heyrðu. Þetta er Hótel Laxá. Þeir eru alveg frábærir. Þeir eru búinir að vera með okkur í að hanna svona gott nesti. Þetta er allt í endurnýtanlegum umbúðum. Heimasmurðar samlokur og hérna er nú eitthvað gúrmelaði sem þú ert með. Salöt fáum við oft og þetta sé ekki einhver eftirréttur. Rjómalagað. Og svo hérna smoothie, sko. Ávaxtasmoothie með. Þetta er allt í endurnýtanlegum umbúðum og það er svona verið ákveðið forgangsmál hjá okkur að það sé ekki að vera eitthvað rusl. Þú veist, við viljum hafa nestið þannig að við tökum upp nestið einhvers staðar á hálendinu og fáum okkur að borða og þá ekki að verða neitt rusl. Það er þannig í hellinum að gólfið í hellinum er úr ís og ísinn er afar viðkvæmur. Þannig að við erum með stígvélinn eld með bara bílnöglum. Já. Við rista nógu djúpt þannig að það er gott grip en það er grunnt að það verður ekki varanlegur skaði á ísnum. Já, nú erum við klár í þetta. Ertu klár? Ég er klár. Allt komið, hjálmurinn, buxurnar, nákvæmlega. Nagladekkin. Við fara í hellaskoðun. Já, leggjum í hann. Í myrkrinu. Leggjum í hann. Svo heppilega til að það skiptir engu máli hvort við förum í hellaskoðun að degir til eða eitthvað til, sko. Það er alveg að mikið myrkur inn í hellin. Þetta er eiginlega meira spennandi. Ég hef ekkert hvað er að fara að gera þetta. Haltu fast í spottan og förum bara varlega. Hér snýst allt að fara varlega. Velkomin. Nú erum við staddir í innganginum að Lofthellir. Við erum sem sagt í Búrfellshrauni sem er hraun hérna, við erum sem sagt staddir austan við Mývatnssveit. Það er rosa mikilvægt að við förum varlega inn í hellinn. Mér er uppálagt að passa upp á að hér sé allt í lagi og við göngum vel þannig að ég mun labba fremst og þið verið að fylgja mér alveg upp á fótspor, sérstaklega í fyrstu 2 rýmunum og við verðum átta okkur á því að grýlukerti hérna í þessum ytri heimi eru bara grýlukerti og skipta svo sem ekki miklu máli en grýlukerti inn í Lofthelli geta verið 20, 40, jafnvel 100 ára gömul. Þannig að allt í einu er ís sem að okkur finnst eitthvað svo eðlilegur og ómerkilegur, orðinn stórmerkilegur. Þannig að við hugsum rosa vel tærnar á okkur og pössum mjög vel hvar við stígum. Og í fyrstu 2 rýmunum er dálítið lágt til lofts, þá beygjum við okkur vel niður, löbbum svona hliðar saman hliðar og pössum, fínt að fara svona niður og svo löbbum við hliðar saman hliðar og pössum okkur að snúa baki í vegginn og horfa vel í lofti þannig að ef það eru grýlukerti að beygja sig undir þau. Hérna göngum við bara hérna meðfram, alveg upp í grjóti. Hérna þeir eru að skríða pínlítið. Eins og maður segir sko við ferðamennina, it is bigger than it looks. Það lítur ekki út fyrir að vera stórt. Nei, en það er vísindalega sannað að það komast 2 leiðsögumenn inn í gegn í einu. Já. Þannig að það er pláss fyrir 2 hann í gegn. Þetta er ekkert mál. Jæja, verður bara skríður hérna upp á, leggur hnén hérna á, svo bara leggstu alveg niður á kviðinn og fer hægt og rólega í gegn, svo rispir ekki úlpuna þína. Við bara getið okkur til það, hversu gamalt eða hversu þykkt það er. Svona, ef við horfum á víddina í hellinum og þann vaxtarhraða sem er á gólfinu, þá má ætla að gólfið hérna fyrir innan sé alltaf að vera 8 metra þykkur ís. Já. Og hraunhellirinn sjálfur er 3600 ára gamall. Þetta er hrauntúpa sem kemur úr fremri námu. Og ég hef ekki hugmynd það hversu langan tíma það hefur tekið fyrir gólfið að verða svona þykkt. En svona miðað við þann vaxtarhraða sem er á þessu núna, þá myndi ég skjóta á að þetta
sé kannski að bæta svona sentimetra á ári. Það passar ekki alveg, þannig að einhverjum tímapunkti hlýtur hafa verið hraðari uppbygging. Þannig að það væri auðveldlega hægt að segja að gólfið sé yfir 1000 ára gamalt, sko. Þó maður hafi í rauninni ekkert nema bara tilfinning á bakvið því við höfum ekkert þekkt þennan helli nema í, 29 ár núna. Hörðu, hérna förum við upp, maður er endalaust að læra. Og þetta er núna ferð númer 381 fyrir mig. 381. ferðin mín inn í hellin. Og ég læri alltaf eitthvað nýtt fyrir einustu ferð, sko. Þú ert komin yfir heilt ár, 365. Já. Verðum þá ekki löggildur hellisbúi? Jú, ætli það ekki bara. Viltu segja það? Já, ég skal alveg taka þann titil. Löggildur hellisbúi, það hljómar vel. Sjá góður. Herðu, nú gildir að vanda sig. Sjáu það svona brotin grillikerti svolítið á gólfinu. Og það er heillega fyrir það. Það er búið að vera hláka síðustu daga. Það var aðeins byrjað að frjósa. En þau grílikerti sem hanga eru ný, en þau eru rosalega laus. Þannig að við höfum alls ekki rekogríðu. Þannig að við fyrir varlega og horfum vel upp í loftið þar sem við erum að ganga. Ok? Ég mun bíða þarna hinum megin við og styðja við ykkur svo þið rekið ykkur ekki í grílikertin sem þar eru í loftinu. Og þá haldið þið áfram meðfram veggnum hægra megin. Nákvæmlega svona, sko, passaðu nú hausinn hérna. Það er þessi hérna grílikerti sem ég mestar áhyggjur af. Það er oft svo einföldustu hlutirnir sem eru sjaldgæfastir. Og eitt af því sem maður finnur í helli en hvergi annar staðar, það er alvöru myrkur. Þannig að nú slökkum við öll ljós og leyfum huganum að fara með okkur í smá ferðalag. Ég veit eiginlega ekki alveg hvernig ég á að lýsa þessu. Það vissi ég ekki alveg út í hvað ég var að fara. En það er eiginlega ekki hægt að lýsa þessu öðru sem bara magna. Þetta er alveg ótrúlegt. Í daglegu lífi erum við endalaust umkring þessu manngerða, byggingum, bílum og alls kyns dóti. Þetta ferðalag hérna, það tekur mann aftur í tímann. Hérna erum við hraun sem heitir ís, loft, vatn sem býr til eitthvað allt annað, eitthvað sem er ekki manngert, eitthvað sem er náttúrugert og virðist næstu því yfir náttúrugert. Síðan getur maður slökkt ljósin og spilar þetta með öll skilningarvitin. Algjört myrkur. Sama hversu mikið maður reynir að horfa, sér ekki neitt. Algjört myrkur og þá magnast upp öll hljóðin hérna og hellirinn að vera að spila tónlist. Uppskrift að góðum degi er unnin í samstarfi við Uppbyggingasjóður Norðurlands eystra. Auðlindir eru okkar hjartans mál. Nýtum þær saman á skapandi og skemmtilegan hátt. eimur.is